Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag Guðjón úr Vaski. Hann maður sem hefur farið ótrúlega margar leiðir, unnið með höndunum, byggt upp rekstur af seiglu og lært að hugsa alltaf í lausnum. Við ætlum að ræða við hann uppvöxtinn, vinnusiðferðið, þjónustulundina og hvað það tekur til að byggja upp skref fyrir skref. Áður en við byrjum þáttinn þá munu sennilega glöggir hlustendur heyra að hundurinn á heimilinu var með í tökunum í þetta sinn og ég bið ykkur að láta ykkur ekki bregða þegar ég heyrið hana aðeins rölta og heimta smá klapp á hausinn. Vertu velkomin Guðjón. Takk fyrir það. Takk fyrir að kíkja í Mjólkurhúsi. Var ekki rúndurinn bara góður einn eftir? Ég nú búin að keyra ansi marga rúnda hér vellina og ég veit ekki númer hvað þessi en það dálítið mörg 0. Já, það ég get alveg trú á því. Og ég sótti mikið inn í Tunga þar sem ég ólst upp og ég var heppinn. Það var að lenda hjá þessu góða fólki. Því minningarnir eru alveg sérdeilis góðar og ég hugsa mikið til þeirra í dag og í góðu sko. Já, þú ert kannski bara komin inn á svona fyrstu spurningu sem ég ætlaði svona nefna við þig. Já. Þú varst hvað svo í Tungá? Tunghaga. Tunghaga fyrirgeðu. Og ólstu upp þar eða? Já, mestuleyti. Ég fæddist þarna í Tunga í einu herberginu og ég fer upp eftir aftur 4 ára gamall eftir slæmveikindi á Seyðisfirði. Þar alveg til 10 ára, fer þá einn vetur á Seyðisfjörð og lendi í hremmingum og kem aftur upp eftir og 2 ár í heimaðistaskóla hérna á Eyjólfsstöðum, hjá Laugu á Útnýristöðum sem var kennari. Já, varst þú á Eyjólfsstöðum? Já, afskaplega góður tími. Ég skal alveg trúa því. Ég hafði ekki að þetta verið skóli en maður í minni tíð þekki ég náttúrulega Eyjólfsstaði sem náttúrulega, þetta nú aðalega tengt við KFUM. Já, það er seinna. En þetta hefur greinilega verið mikil menntastofnun hann á Eyjólfsstöðum. Já, við vorum alltaf hálfa mánuð í skóla í einu, yngri deildin sem að ég var í þá og svo vorum við heima í hálfa mánuð og þurftum að læra og svo komum við aftur og vorum hálfa mánuð. Já, þetta bara útvöld. Þetta var mjög skemmtilegt og þægilegt. Á hvaða aldri var yngri deildin? Var það bara eins og í dag, frá 6 ára aldri eða? Nei, þú fórst ekki í skóla þarna þegar þú varst 10 ára. Já. Þetta sko, maður þekki nokkra, ég þekki í það minnsta nokkra hérna á Austurlandi sem fóru í svona heimavistaskóla og ég skal viðkynna svona tilhugsun mín í dag með að maður sendi barnið sitt miðað við 6 ára í dag í heimavist og með börnin bara að heima frá mánudegi til föstudags og koma kannski heim helgar ef það fært. Við komum aldrei heim helgar. Já, var þá kennsla alla helgina líka? Það var kennsla á lögutum. Nú, já. Og sunnudagir frí? Já, þá var útivist svo köllu, sko. Já. En svo ég 2 vetur í viðbót og ég segir eina sögu sem var svolítið góð því að seinni veturinn þá þurfti Sigþór heitin í Tunga, forstöðar minn, að fara og gera sérstakann samning þannig ég fengi að fara aftur út af smá skandal sem að skeiði. Já. Og hann var þannig að við vorum upp á efri hæð í herbergi og stelpurnar við hliðina. Undir rúmi var koppur sem við máttum að nota því við máttum ekki fara niður á nóttinni til að pissa. Já. Og við strákarnir þurftum alltaf að fara með koppin niður og tæman fyrir framan stelpurnar. Já. Það hefur nú ekki verið álítlegt. Nei, það var ekki gott. Þannig ég og Gulli á Hallónstað sem faðir Höskuldar hérna í Breiðabliks kongs. Já. Ég sá það daginn. Við vorum jafn gamlir og miklir félagar, náðum vel saman. En við ákváðum það að leysa þetta mál snirtilega og við tókum alltaf koppinn og skelltum út gluggann. Þetta heitir að hugsa í lausnum. Þetta er lausnum. Svo bara koppurinn undir og ákváðum það að sá sem færi næst, hann myndi skólan. Dásamlegt. En þetta komst upp. Já. Og það var eiginlega mikill skandal því að þetta var steypt þakreina fyrir neðan og gúmmulaði fór hún í þakreinin og frös. Þetta var eini glugginn opni í skólastofunni sem þetta var að opna, hann var beint undir gúmmulaðinu. Og svo þegar sólin fór að skína og hita þetta, að þá
gaus upp þessi svakalega lykt og það var ekki hægt að opna gluggann í skólastofunni. Og þetta var náttúrulega mikið sakamál. Ég sko á þessum tíma hefur þetta sjálfsagt verið alveg stór vandamál. Þetta var mikið sakamál. Já. Og það þurfti að sé semja þannig ég fengi að fara aftur í skólan árið eftir. En þú hefur fengið að fara aftur? Já, með því að lofa bót og betrun og undir miklu eftirliti frá báðum aðeirum. Já, og stóðst ekki við það? Jú, það gekk nú svona mestu. Svona upp og ofan? Já, þannig að ég slapp í gegn og gekk vel í námi og annað, allt í lagi með það, en svo fyrir ég á Seyðisfjörð og þá byrja hreyfingarnar aftur, einelti sem að hefur mótað mér svolítið illa og en ég leysti úr því máli og síðan fer ég sem sagt eftir það þá klára ég 10. bekkin sem var þá á Siglufirði. Já, fórst allir norður? Já, við fórum 4 saman og það svo skrítið með þetta tali með göng í dag, fljótagöng, að við fórum 4 saman frá Seyðisfirði í skóla á Siglufirði. Skarðið var ófært, við fórum Lágheiðina og leigðum mann og jeppa sem fór Lágheiðina, fór Ólafsfjarðarmúlan, Ólafsfjörður, Lágheiði og strákagöngin voru að búið að sprengja í gegn og við fengum að fara í gegn en það var ekki búið að steypa gólfið. Já. Og þá var vegurinn að síga sem ennþá að síga eftir 60 ár. Jú, ég ánum eitt góðan vinn sem hann á Siglufirði, vélafinn verðt ekki þar. Já. Hann hefur mikið talað við mig þetta vegsig, sem við ætlum svona ekki 10. hér. Nei, ekki, en Kristján Möller, hann var skólabróðir minn. Já. En ég þekki nú svona svolítið til sko. Já. Síðan vorið, ég var reyndar að gesti Fandal Kaupmanni í húsi og var skemmtilegt, var mikið á skíðum, spilaði skólaljónsveitinni og svona ýmislegt sem hét í skrýtna nafni Rauðu varliðarnir, þó að enginn af okkur væri kommunisti. En þá ræði ég mig á sjó. Já. Á Gullver, á Seyðisfirði. Já. Og við förum sem sagt í skal ég segja þér norður í Höf því síldin var horfin við landið og vorum þar fram í ágúst og ég var sjóveikastamaður í flottanum. Við komum í land og ákveða að fara í norðursjóin og ég fekk nú að fara með og á Eskifirði þá lána ég kokknum 25 krónur sem hann fór með í apóteki og keypti spritt og hvarf. Já. Og ég fekk 2 kosti þarna, annarkvort tæki ég kokkinn eða mér hent í sjóin. Og ég ákvað það að ég ætlaði ekki að missa af að ég að fara á síld í Norðursjó og landa í Þýskalandi og ég tók því. Og fyrsta máltíðin var þegar við sigldum út Reyðarfjörðinn í sól og blíðskapa veðrið, þá fer ég upp á brúavæng, sker niður síðan fisk og eldan. Þetta var 18 ára afmælisdagurinn minn. Já, þú meinar. Og nú ég forhættin, náttúrulega í dag ekki mikið síðan fisk. Nei. Borðuðu áhafnameðlimir þetta bestu list eða? Já, ég var búin að hreinsa alla maðkana í burtum og sópa þeim bara í vaskinn og svo var þetta soðið og allir ánaðir. Var eins og á þessum tíma, sjálfræðisaldurinn var hann þá 16 eða 18 eða? Hann hefur sjálfst verið 18. Já, hann hefur 18. Já. Þannig að þetta hefur alveg stórmerkileg dag þegar þú fórst út. Nákvæmlega og ég var mjög sjóveikur allan tíman í sem sagt í þessum túr og við komum heim, við siglum út 21. ágúst og komum heim 15. desember. Já, þetta er langur túr. Já. Og við lönduðum í Bremirhafn og Kúkshafinn. Já. Og ein góð saga sem verður að fylgja með því að það mesta niðurlæging sem ég fengið á ævinni. Nú, jæja. Þá vorum við á sennilega á Búklásin í Bremirhafn á fyllir og ég var að þynnast upp og gat nú pínt strákana til að fá 1 bjóri viðbót til að bjarga málum. Og ég fer á barinn og þar svona stúthúskettling, ég leið mér að segja kettling, sem afgreið og í hvítum bólgopa. Já. Og ég segi á góðri þýsku ég ætla að fá 1 bjór. Og hún lítur á mig svona niður og grípur bólinn upp, tekur brjóstið og kristir það, þú ert svo lítill að þú mátt bara fá svona, segir hún.
Þetta var ekki gott. Nei, ég get alveg trúið því. En þetta slapp nú allt fyrir hotn og við komum heim og ég á góða minningar. En þó ég hafi verið svona sjóveikur allan tíman, ég myndi samt fara aftur. Já, ég skal alveg trúið því. Þetta sko, ég nú sjálfur af sjómanns ætt, en ég við ekki það, ég nú algjör landkrabbi, hef ekki stigið ölduna allan til að fara að fiska. Mitt mesta afrek til að fara til sjó, það að fara með Herjólf til Vestmannaeyja. En þarna var ég bara 18 ára gamall, bara kokkur með 11 manns í fæði. Og hvernig, var það eitthvað, var það erfitt eða varstu með þetta nokkur á hreinu? Já, ég gerði þetta því að ég var svo sjóveikur að það var klukkutíma á undan hjá mér, skilur. Þannig ég var aldrei að taka séns á því að vera að slugsa hálftíma fram yfir. Nákvæmlega. Þeir fengu bara matinn eftir tíma og til að plata sjálfa mig, gerði ég þetta. Já, vel gert. Þetta svona svolítið skrítið. En kallarnir voru afskaplega indælir og gamli yfirvélstjóri sem var einhleipur, hann var minn ráðgjafi og hann kynni ekki mikið elda en hann vissi alveg svona hvað máli snýrist og þetta gekk allt mjög vel. Já, nú gott að heyra. Virkilega vel og það var að dói enginn. Nei, það er nú fyrir öllu. Þú hefur greinlega ekki ráðist á garðinn hans menn lægstur þegar að koma þessu. Nei, en maður þarf stundum að láta reyna á sig. Að sjálfsögðu. En á þessum tíma, þú ferði 18 ára út, varstu þá byrjað einhverju námi eða? Ég var búin að klára Siglufirði 10. bekkin. Og klára, varst bara búin með þessu kvöldum í grunnskóla nám? Já, en ég kláraði aldrei barnaskóla prófið. Já. Það var út af því að það var 13 ára inn á Völlunum, en 12 ára á Seyðisfirði og ég lendi á Seyðisfirði á milli. Já. Ég ekki með barnaskólapróf. Nú, já. Þetta þessi. En eins og það ég verið talað það því miður að skóli lífsins hann telur nú ekki mikið þegar maður þarf að sína honum að réttindi. Nei. En fyrir mína parta þá pappirinn kannski ekki nú alveg allt sem maður þarf að hafa til að geta leyst hlutina og gert á. En síðan náttúrulega sem sagt að fer ég í innskólan á Seyðisfirði 89 og fer og nú að vinna þarna svona ýmsa vinnu í netagerð og í fiskvinnslu og svona eitt og annað og fer svo í stál að læra. Já, á Seyðisfirði? Já. Var innskóli á Seyðisfirði? Jú, það var innskóli. Nei, hættu nú, það vissi ég ekki reyndar. Jú, það var innskóli þar sko. Já. Og ég klára hann og ég klára námið þarna og klára sveinsprófið og tók svo meistara bréfið líka. Já. Og svo að vinna hjá Átak aflvél sem að Jón Guðnþórsson frændi mín átti móðbróði Guðnþórs í Síldarvinnslunni því að við nefnilega erum mamma Guðnþórs í Síldarvinnslunni og við erum systra börn. Nú. Og og ég var að vinna hjá Jóni móðbróður hans. Já. Hann átti Átak sem voru jarðýtur og svona. Já. Og þá kom nú upp prakkaraskapurinn í okkur að ég er að láta það sögu fylgja líka, hún stutt. Við áttum 2 að sprauta Bronco sem að fyrirtækið átti helgi og við gerðum það og hann fór í frí, sá gamli og við áttum að vera búin næstu þegar hann kemur tilbaka á miðvikudag eftir viku. Já. Og á föstudegi vorum við alveg miður okkar yfir því að við áttum að sprauta hann Caterpillar gulan og okkur vannst hans svo mikið niðurlæging fyrir Bronco að við byrjum á því að vera ríkið, fórum svo út í turn og keyptum ýmsar gerðir að lakki og svo var bíllinn sprautaður. Og hvernig endaði bíllinn á litin? Já, svolítið Caterpillar gult í honum reyndar. En svo voru alveg ógeðislega flottir svartir fleygar út allt. Já, þetta er svona töffara bíll. Heldur betur maður og það var svo gaman að sjá kallinn þegar hann kom inn. Já. Hann var í skyrtan rauða, hún var hneft niður frá hneftin á bringu. Já. Maður sá roðan koma upp og svo gausan og við urðum að fara, við gátum ekki verið í vinnu þennan daginn. Það vissar að forða sér. Við gerðum það sko. Já, það er rétt. En þú tókst vélvirkjunum niður á Seyðisfirði? Já.
sko, einhver ástæða þú valdir velvirkjun frekar en eitthvað annað? Eða? Ég veit ekki, ég var ekkit vola hrifin að þessu, ég gerði nú bara þess að ná mér í réttindi því ég vissi að það myndi alltaf hjálpa mér og hefur alltaf gert upp á seinum tíma og þetta lá eiginlega við því það var ekki möguðangarð Greysi á Seyðisfirði og þarna alltaf byggu foreldrar mínir, þannig að þetta var bara svona sem eðlilegt í framhald af því. Og síðan þegar ég búinn hann í Stál 74, þá hringir Sigurður í Tunga, frændi minn, og spyr hvort ég vil ekki vera með í að kaupa gröfu. Já. Og ég hélt það nú og keyptum hérna gröfu, Ferguson. Já. Og við vorum svo blankir að ég flög suður með Ármanni Halldórs og við keyrðum hann austur, við höfum ekki efna að láta flytja hann. Já. Og svo fór hún bara beint í vinnu hjá Rarik og var í heimtaugum og síðan bættum við þarna, þetta 74, bættum við fleiri vélum og þarna ég svo inn í Tunga í nokkur ár, 5-6 ár og rákum þetta fyrirtæki en á veturna fór ég upp á Akarnes og var að vinna hjá Þorgeir og Ellert í skipasmiðinni þar. Já. Af því að við höfðum ekki verkefni yfir vetratíman fyrir allan mannskapin. Nei, og það nú kannski svolítið bara staðrendin í dag. Það þannig í dag áfram, já. Og að við höfum ekki heilsársverkefni í þessum bransa ennþá, sko. Nei, það það ekki. En svona leist ég það mál og þá fór ég í þegar ég var á Akranesi, þá fór ég í að klára svo kallað verslunarpróf. Já. Og lendi svo suður síðasta árið og þar í Breiðholtinu og tek verslunarprófi sem hluti af stúdentsprófi. Ég held að ég vantaði eitthvað 50 einingar upp á að klára stúdentin. Ætlaði alltaf að klára hann en þá kom nú konan inn í dæmið, þannig að það breyttist og það eins og það Þannig að ég kom austur og var að keyra út hjá kaupfélaginu þetta sumar sem við kynntustum og ég hér ennþá. Já. Og fór svo að vinna í Dyngjunni í prjónaskap og ullarvinnslunni, fer svo að Reyðarfjörð og þegar við erum búin að vera á Reyðarfirði í 5-6 ár, þá vildum við komast upp eftir og við vorum búin að byggja eitt hús á Reyðarfirði sem sagt. Já. Líka. Það hús nummer 2 því ég byggði eitt hús á Egilsstöðum áður. Þaulvanur því verkefni? Já, ég gerði allt í því húsi, því var slegið upp, ég negldi þakið á það, ég glerði alla glugga, ég lagði alla lagnir, vatn og hita og múraði allt sjálfur innan og lagði í gólfin. Já. Það nú ekki margir sem geta gert það í dag. Já, þetta ekkert mál, ég fyrst að aðrir gátu þetta og gæti ég það líka og ég gerði það. Já, sjálfsög. Síðan ákveðið að fara og upp í hér að flytja því að ég ákveða strax, ég fór Reyður, að ég hefði 5-6 ár til að gefa að mig þessi ég hafði, eftir þann tíma færi ég að hjakki sama fari. Já. Og ég var ekki tilbúin í það. Nei. Ég þurfti að gera eitthvað meira skapandi heldur en bara og það gekk mjög vel árið að vera sérstaklega vel því að ég man eftir því að ég fýtaði verslunni úr 30 milljónum upp í 140 milljónum í veldu og það var ekkert mál og eina skipi sem við náðum ekki viðskiptum á Reyðarfirði og Eskifirði það var Sæljóni. Öll skip voru í viðskipti við kaupfélagið á Reyðarfirði eins og lagði sig og meir sé að aðkomuskipin þau tók ekki kost á Eskifirði, þau tók öll kost á Reyðarfirði nema Sæljóni, það voru heiminn á Eskifirði. Já, sjálfsög. Ég náði því aldrei. Og það, nú veit ég ekki hvort að náttúrulega þetta hefur náttúrulega verið til síðis að skip sé að taka kost þegar komið höfn. Nú get ég sagt bara í ljósi bara þess starf sem ég hef sinnt sjálfur síðastliðin ár fyrir austan að ég veit til að mynda að Krónan og Reyðarfirði hún hefur nú verið einn aðal svona, hvað við segja, byrgjum en að gæsilappa til að taka kost á skipin sem að koma ef við segja Reyðarfirður, Eskifjörður allan þeir sem að taka lenda á Reyðarfirði og var þetta til síðust þegar þú byrjaðir eða?
Sko, þetta var þannig að ef að mönnum vantaði sem sagt að rjóma, ég man eftir því að ég kerði hérna upp í Héra til að sækja 20 ferðina rjóma, ekkert annað. Af því að þú sækir ekki rjóma þetta komandi sjó. Nei, alls ekki. Og þetta náttúrulega spurðist, þeir fengu bara þessi báðum og vildu og það voru engin vandamál. Eina vandamáli kom upp reyndar, mér datt til hugar að haustlagi að mála gólfið með epóxi inn á lager og fyrir framan fristir og kælir og allt það sko. Þetta var á laugardegi, eftir var búið að loka. Klukkan, skal ég segja 11:30 kvöldið, þá var ég búinn að mála allt, hátt og látt og ég labbaði út í dyrunum í búðinni og þá standa tveir með fyrir framan af skipi sem var að landa á loðinu og vantaði kost. Já. Og það var eina skipti sem náður ekki bjarga en? Jú, ég setti plastpók á lappirnar og fór inn í fristir og kælir og afgriðaði með allt sem ég þurftu, kerði út í skip, fór svo aftur inn í búð, málaði yfir allt og kom heim klukkan 4:30. Þetta kallar maður þjónustulund. Þetta gerist. Þetta er eins og það mættu, ég ætla nú ekki að fara að tala niður einn en manni finnst svona að þessi þjónustulund sé meira og minna svona hverfandi bara í landinu hjá okkur í dag. Já, þetta eins og ég segi, ég sagði ekki nei og ég kláraði málið. Og en síðan ákveðum að fara upp í þetta og Sigga kynntist þvottabjösa sem átti fatarhreinsun, hann kom alltaf í kaffinu í Austmat og hann lenti í vandræði með hreinsivílna sem hann hefði keypt eftir 6 mánuði, gæti ekki borgað af vinnu, þannig við ákvaðum að bara kaupa hana og flytja hana upp í Héra með okkur og þá væri Sigga komið vinnu. Já. Svo væri spurning hvernig sem sagt að mér myndi reiða af sko. Já. Og við hún fer í læri hjá Bjössa og þar í mánuð og lærir á þetta allt saman og við flytjum vélina upp eftir og förum inn í kjallarann á gamla verslunarfélaginu sem var svo bakari sko. Já. Og erum þar sko. Já, þið eruð því húsnæði? Já, í kjallarann sko. Já, hann á bakvið? Já. Við erum þar, svo flytjum við 1,5 ári seinna, þá flytjum við í kleinuna sem er saltiði núna. Já. Kaupum húsnæði þar og Egill heiti Jónsson á Seljavöllum útvegaði mér lán hjá Byggðastofnun. Já. Sem gekk mjög vel eftir og ég á mjög góðar minningar þann mann. Hann reyndist mér vel eða okkur og þar voru við nokkur ár og það svona gekk ekki alveg upp að tekið nú ekki alveg nægilega miklar þannig að ég fór á sjó og á Eskifirði á Hólmatindi í nokkur ár og líka kokkur þar, sjóveikur. Allt í lagi með það var bara fínt og bara gaman að því og góði kallar. Síðan ákveðum það, þetta sé orðið mikið fyrir Siggu þannig að ég kem í land og hún fer upp á útvarp og fer að vinna þar í Ulsingadeildinni og ég tek við hreinsunni. Já. En áður en að meðan við vorum í Fellabænum að þá gerist það reyndar að við áttum bara hreinsivélina og Sigga með straujátt, bara handstraujátt og öllu. Það var engin pressa, ekkert, bara handstraujátt og öllu. Veitu, sko, málega það og kannski eina aðal ástæðan af hverju þú komast inn til okkar vegna svo orðað svo skemmtilega á þann og þú segir sjaldan nei. Ég byrst vont að segja nei. Já. En það var sko fyrir mörgum ára þegar við hittust, náttúrulega við kynnumst á sínum tíma þegar ég vann í Heildsölu og var að selja servíettur í vask. Já. Og þú segir mér þá sögu að þetta hafi svona hérumbil allt sem hann byrjaði, kannski kveikjan að, ef við getum sagt vask, var þú fyrst símtal frá skipstjóra og voru að biðja að þvo? Já, nei, við vorum komið með hreinsun í kjallarinn í Fellabæ. Já, hreinsun var komin á þeim tímapunkti. Já, hún var komin þá, nefnum við áttum, sem sagt að við vorum byrjuð að þurrhreinsa föt, sko. Já. Tókum mikla jólatörn og svo eftir áramót og þá hringt í mig og beðnum að þvott fyrir varskip sem að ég sagði bara já, kem heim til Siggu og segi við hana við fengum verkefni, það er 60 rúm fyrir varskip sem á Seyðisfirði og við höfum helgina. Og hún horfir lengi á mig og segir, heiði Guðjón, við eigum ekki þvottavél. Nú, það fór nú eiginlega verra. En
það náttúrulega kom þessi lausnamiðaði miðum hjá mér að ég rauk inn í raftækjabúð hjá Sveini rafvirkja. Já. Keypti bara heimilisvél og þurrkara og ekkert kjaftaði, fór með það norður og tengdi það 1, 2 og 3 og svo bara vélinn staðinn og vélarnar bara staðna alla helgina og allt gekk eftir og þeir fengu þvottin. Já. Og þá var eiginlega var ekki aftur snúið. Nei, þannig að rauninu var það upp að þið fóruð bættið þvottinu þá við líka. Já, þá bættið þvottinu við og þá fyrir að aukast. Við fórum að bættum svo við annari vél sem voru með þetta. 10 kílóa og fórum að taka okkur svona tuskur og ýmislegt annað sem var stærra og síðan kaupið við hann eins og ég segir í kleinni og flytið þangað yfir og eru þar og fengum þá verkefni hjá Siggu Þráin sem var að þvó þvottana fyrir hótel og Hallánstað. Já. Svo kemur Egilsstað á hótelinni Gulli, hann bætist við. Síðan fæ ég hringingu frá hóteli Norðri Aðaldal, Rauðuskriðu, þar sem ég beðið að þvo fyrir þá. Já. Og við vorum búin alltaf að reyna að tína saman allt sem við gátum á svæðinu, meðal annars í þurrhreinsuninni, þá vorum við bæði með Vopnafjörð og Hornafjörð. Já. Og við fluttum það allt í brauðkorfu með flugfélagi Austurlands. Þetta heitir að hugsa í lausnum. Og það var sá sem var með umboði fyrir flugfélagi á Hornafirði, hann sá að dreifa þvottinu fyrir okkur. Og við sömdum þannig að hann sendi alla tuskur og allan þvott sem hann þurfti og það var þvegið fyrir hann upp í þjónustuna. Hornafjörður, það var Hótel Tangi sem sá það. Já. Þetta er náttúrulega ég manulega eftir því að þegar umdæmið að svæði sem þjónustu sem stæst, hvaðan á norðan og hvað var lengsti punktur suður? Við fórum með þvottana skal ég segja þér norður í Rauðuskriðu og endaði með því að við fórum að kaupa eða fórum að keyra sjálf Já, fyrir rest á mótið þeim og svo fórum við að keyra alveg til þeirra, Það var lengst norður, fengum fyrir spurnir og Skagafirði, það var ekki að ganga upp. Nei. En við leystum þetta mál þannig að við vorum með 3-faldan ganga líni inn á öll hótelin. Við þurftum bara að fara 2-3 ferðar í viku. Já, það hefur verið það mikið samt sem áður. Já, þegar vasku var sinn stæðstur, að þá tókum við 2000 rúm á dag. Já. Og svo þykir manni erfitt að sinna bara heimilisþvottinum hérna á heimilinu. Já, ég á núna þurrkara handaði sem getur fengið, hann tekur 41 kíló. Já, sæll. Hann í umbúðunum með þá. Já, hann í umbúðunum með þá. Nú, já. En svo gerist það að við okkur boði skal ég segja að fara í Kárahnjúkana og þrífa þar og þá var því keyrt til okkar og sótt til okkar og við þrifum allt fyrir Kárahnjúkana þegar hún var í byggingu. Já. En þá vorum við búin að skipta húsnæði, þá vorum við komin upp í Miðás. Já, ég náttúrulega kynnist ykkur þar upp. Já, og það gekk þannig fyrir sig að ég ákvaði að fara upp í Miðás og við ákvaðum að við ætluðum að fá verkefni þegar virkjunin og þetta stóra verkefni fær í gang. Ég fer í búnaðarbanka sem var þá og Þuríður vinkona mín var bankastjóri og ég vildi kaupa 3 bíl og hún vildi það ekki, þess taldi mig ekki vera mann til þess og við tókum mikla rispum það, við reyfustum reyndar aldrei. Já, nú góð. Og ég hafði betur, ég fór með 3 bíl út og hún kallaði eftir mér og skalt ekki koma til mig þegar allt farið til fjandans. Og ég sneri mig við og glotti og segi, Þuríður, ég ber ómikla virðingu fyrir til þess að ég muni nokkun tíma að gera það. Já, nú gott. Og hún glotti á móti og hún kom til mín mörgum árum setna og fór yfir allt og ég myndi hana á þetta og hún glotti og segir svona, ég hafði náttúrulega trú á þessu. En við fengum 3 bíl og við annars hefðum ekki getað þetta. Nei, þetta hefur nú vantilega verið alveg heilmikið uppgrip þegar að Kárahnjúka var stað og... Verðin voru lág, en þetta var mikið magn. Já, þannig að þú hefur ekki alveg gengið út á núllinu þar. Svo fengum við álverið á Reyðarfirði líka, þvotta þar. Og það var út af því að
að hann gat ekki, svo ég segi ekkert meira, hann gat ekkert mætt á mánudögum klukkan 9 á fundi sá sem að var að þrífa niður á fjörð. Já. Ég gat alveg komið klukkan 5 eða hvað sem var og gerði það. Já, það var ringt í mig og ég fór undir ansim svona mikla pressu því að ég var nánast alveg bara strípaður því ég fór út, það var búið að spyrja mig svo spjörðum úr og við fengum þetta verkefni. Já. Og við fengum skjal frá ESS, norska fyrirtækinu, sem því miður brann. Það var þess efnis að við varum alveg full færum að taka á okkur þjónustu, olíuborpall og hvað sem var. Já. Og við bara leystum þetta mál og þetta var gríðarlega mikið, nema okkur var ekki hleypt inn í álverið þegar það byrjaði að vinna, vegna þess að við vorum héraðsmenn, þeir voru ekkert vel síðir þetta og vegna þess að þeir voru með öll verkefni þegar álverið var byggt. Það voru engin fyrirtækin í fjörðun nema held í Krannabaki. Já. Og hitt kom allt hona héraði, rafvirkjar, þvottur og bara nefndi það. Já, ok. En þá þegar það kom í ljós að það yrði ekki, að þá fengum við alla móttur í álverinu á Grundartanga. Já, allavega þaðan. Já. Og við erum að keyra þangað enn þetta í dag. Já, eru þið enn að þó eitthvað? Já, við erum með móttu þjónustu. Þið náttúrulega eru með móttu þjónustuna ennþá. Já. Og við þjónustum alveg í Grundartanga og ég er að fara núna eftir 10 daga suður og þá kem ég bara með hreina móttur, skilar eftir, tek bretti með óhreina móttum og er farin. Já. Þeir sjáum að skipta sjálfur. Já. Svo erum við líka með BM-Vall á Steypistöðina, þannig að þetta er túr, sem sagt. Já, þetta er ekkert skemmtiferði sjálfur sér. Þó ég þykist að vita þó hann gaman að þínu megin félagskapi bílnum. Já, hann er ágætur og margt svona skemmtilegt. Einhvern tímann tók ég Jóhann Hauksson með mér. Já. Frænda konunnar og fréttamann mikinn. Og þegar við komum á Östalseiðina, þá fyrir við að spjalla Þórólf. Já. Og Jóhann heldur mikla ræði mér sem að endist alveg út að gatnamótum yfir í Fljót og yfir að Varmalíð. Já. Og þá þarf hann að stoppa til að ná andan. Og þá segi ég við Jóhann, stórvin minn, Jóhann, hann Þórólfur, þetta er nákvæmlega maður eins og við þurfum í Egilsstaði. Já. Jóhann þagði í hálftíma. Vel gert. Og þannig að það er nú margt skemmtilegt sem hefur komið upp í þessum túrum, sko. Ég skal alveg trúa því. En gengi svona nokkuð vel. Einu sinni lendi í hremmingum. Þá var ég að fara suður minni mig í janúar, frekar en februar. Ég lendi í því að ég er hálftíma og seinna í Langadalinn og fekk á mig heiftarlegt rok og þar sé ég allt í einu að það er stór rúta út af veginum, út á mel, óskemmt á hjólunum og það kemur minni rúta á móti mér og ég fík beint framan á hana. Já, ok. Og allt í kásu. Ok. Og veðrið var svo vont að björgunarsveitin ætlaði ekki að fara upp til að sækja fólki því að í rútunni stóru voru 57 farþegar frá Færeyjum, eldri borgara sem voru að fara í Mývatn í Böðin. Rúta sem ég lent á, það var fylgdarrútan sem var með 18 farþega, nýr sprintinu með leysibóistólum sem ég fauk fram á. Já, ok. Slasaðist enginn. Nei, það nú gott. Nema, glugginn skrúaðist niður, farþegamegin, Roki stóð beint inn á mig. Nei, hættu nú. Ég fór í töskuna og tók sparibuxurnar og tróði mig í gatið. Já. Villi Mörri kom þarna og ég var með honum lengi og hann skammaðist yfir því að björgunarsveitin kemur ekki upp og tæki fólkið og bjargaði sem þeir gerðu svo fyrir rest. En á meðan ég var að bíða þarna til Villa að þá hringi ég Hafþór og sagði hann hvernig það væri komið fyrir mér og þegar við erum að leysa þetta mál. Eftir korter vorum við búin að finna annan bíl í Reykjavík og festa okkur hann. Já. Ég samdi við þann sem að sáum að fjarlægja hræin af daginn eftir af veginum. Já.
að taka minn bíl á undan. Hafþór tók allt rasli sem var í honum, móttor og annað sem átti að fara í álverið og fleira, hendi því á Eimskip og ég flög suður, tók hérna bíllegubíl, sendibíl og kláraði túrin, sótti allt á Eimskip og kláraði það, endaði því að skrifa undir samningan kaupin á hinu bílnum og borgaði hann og skildi hann svo eftir. Já, það er bara hlupið í verkin. Já. Enda náttúrulega ekki svo sem hægt að skilja viðskiptavini sína eftir hangandi með skítu og Nei, við þurftum að klára þetta. Það var gert. Og þetta var svona smótur, en svo í sambandi við þvottana norður og hótelin, við áttuðum okkur strax á því að við þurftum að fara í þannig að vera með stóran lager, það getum þvegið bara allt sem sagt á einu bretti og allir með sama línið og þannig að við fórum út í það að kaupa lín. Já. Ég sendi Siggu til Kína með aðstofakonu sem var vön þarna úti og sem kynntustum og þekktum. Ætti voru að borga þeir eystra og Tinna Björk fór með henni og þær fara til Gondsjó og fara á sýningu þar og eru svo heppnar að hitta á fyrirtæki sem var að selja öllum stærstu hótelkeðunum í Evrópu lín. Og það var bara slegið í 40 feta gám. Já. Og hann hefði kostað á þeim tíma 26 milljónir, hefði keypt all líni heima. Hann kom upp á 6 milljónir þegar hann kom inn upp á plan hjá okkur. Já. Og í því voru sængur og kottar sem við seldum fyrir þessar 6 milljónir. Já. Þannig að líni stóð allt út af. Já, það eru mæntalega kottanir sem voru lengi vel í sölu. Já. Sútan í kottanir, merti og við lítum merki allt vaski. Já, ég nefnilega ég hef gert svo frægur, ég átti nú svona kotta. Ég á ennþá 7 og tímur á það. Já, hann ég get ekki samfært að fá einu viðbót. Ég veit það ekki. Síðan 2 ára seinna 2015, þetta var 2013, þá fer ég aftur út með þeim. Já. Og við fljúgum til Shanghai og förum til Nantong og gistum þar. Ég boði fyrirtækisins og skoðuðum það allt saman. Og þetta var engin barnaþrælkun, þetta var mjög flott fyrirtæki og ég bara get sýnt myndir. Já. Okkur var búið kínverskan kvöldverð þarna hjá þeim, sérstaklega. Svo fyrir við til Shanghai til að taka flugið yfir til Gondsjó. Og þá var allt í náttuðum okkur á því að það var búið að borga farið fyrir okkur. Já. Við skildum ekkert í því, þá var konan samstarf, eða kontadælinn okkar hjá City Who. Já. Þá var hún búin að borga allt fyrir okkur flugfarið og græja allt og gera. Nú, já. Og við vorum hálf kjánaleg þegar við komum til Gondsjó og fyrsta verk okkar var að taka út pening bara á endurgreiðinni. Já. Og þetta var svo stór sýning að álverið á Reyðarfirði það er svona 1/5 af öllu þessu sýningarsvæði. Já. Og veitu, hvað voru lengi á sýningunni? Við vorum alveg bara meiri alltaf ekki viku 10 daga. Já, þannig að það hefur náð svona að skanna yfir mest allt. Nei, þú gerir það aldrei. Nei. Þú þarft að vita hvað ætlar að gera. Já. Þú þarft að vera með plan. Já. Þú ert aldrei að fara að skoða allt. Nei, það er bara hvað En ég náði því að við þurftum að taka ég langaði að taka örtreyfiklúta. Vandamáli var það að þú þurftir að taka 12.000 í lit. Já. Til þess að fá aðri hlusta á þig. Ég píndi þá í að taka 12.000 4 liti. Náði því. Já. Ég var ekki alveg búið með það þeirra brann. Já, það er náttúrulega 12.000, þetta er ágætismagn. Þetta er gott nagn. Já, en er þetta þá kannski upphafið af þessum innflutningi sem Vaskur er enn að í dag? Já, þetta er upphafið, það var bara Kína Já. Og við tókum annan 40 veta gám þarna, þetta 2 ára seinna og bættum á all línið. Og þriðji gámurinn hann fór svona í pörtum til okkar og restin var í bílnum sem að brann. Nei, hættu nú. Náttúrulega er búin að tala mikið bruna og það sem hefur brunnið. Já. Náttúrulega fyrir þá sem ekki vita þá náttúrulega hvaða ár var það eftir sem? 22. Það var 2022, já. Já, 22. september minnum mig frekar en 21. Já, og við vorum til sveit þegar það var hringt í okkur og sagði að það var allt farið. Já, og en ég get alveg sagt það að náttúrulega sem betur fyrir opnuðu nú aftur. Já, málið var það að ég þarf að koma einu að líka. Já, endilega. Samskipti við bankastjóra var alltaf mjög góð.
og þetta er alltaf bölvað barningur, en til þess að vera ekki að gera hlutina flóknar og erfiðara, að þá fór ég Hafliðavinn minn, Hafliðason, bankastjóra, sem reyndist mér afskaplega vel og mjög góður. Ég strítur hann reyndar á því að það sem hann hefði fram að færa, hann verið vel giftur og svo var ég Siglfirðingur. Já. Annað hefði hann ekkert. En hann hefur nú ennst hér á þessi svæði heil lengi. Já, þetta hefur góður drengur. Hann hefur virkilega En ég samdi smá vísukott því ég fór til hans, það hafði vantaði pening og eitthvað gekk illa og hún er svona: liði minn, þú ljúfi drengur, láttu nú sem ekkert sé, ljóttir útlit, lítið gengur, lánaði mig meira fé. Vel gert. Ég fekk pening. Já, þú fyrst pening? Já. Þetta er kannski, maður ætti kannski að prófa þetta næstum að fyrir við banka. Ég var ekki að tuða yfir honum eitthvað svona. Nei. Og gera, setja yfir mig bara með haust og vorkina. Nei. Þetta sagði bara allt. Já. Algjörlega allt. Enda sko... En þegar að brann, þá erum við og það sem ég gerði, það var það að ég tók utan fólkið mitt, horfðum húsið brenna og sagði við að þetta verið byggt upp aftur. Já. Og ég ákvað það að ég ætlaði ekki að vera veiki hlekkurinn í keðjunni og það skildi aldrei vera að gefast upp ef að skurðurinn hreinur saman og ferð þú onni hann og mókar aftur. Að sjálfsögðu. Nákvæmlega. Nema, ég lenti í manni þarna sem var löggæslumaður og ætlaði að meina mér að komast að húsinu til að taka mynd. Já. Og ég sagði hann skildi ekki reyna, ég ætti þetta og hann skildi ekki reyna að stoppa mig. Já. Hann hleypti mig framhjá og ekki sáttur en svona. Ég tók bara nokkra myndir og þakkaði hann afskaplega vel fyrir að fá að taka myndir. Já. Og sagði þetta er æðistarfið mitt. Já, eftir að það var búið að slökkva í eða? Nei, það var Já, með þeir voru að vinna í því. Já. Síðan gerist það að Tinna ákveður það að við förum út með Næsir til Kanari, bara til að ná áttum og halda áfram. Og þá voru reynda búin að kaupa þarna inn á Sólvöllunum. Í Sólvanginum. Og þegar við komum tilbaka að þá ég tekinn í Heiðarandanum fyrir Hraðanæstur. Nú, já. Og sá sem var í bílnum frá Akureyri, hann segir, ég kannast við þessi. Nú, er þetta ekki þú sem áttir húsið þannig sem brann? Jú, það var ég sem ætlaði ekki að hleypa þér inn. Já. og við vorum bara að spjalla saman og ég sagðist bara hafa mist aðeins svona einbeittnina og það var ekki þeim að kenna og ég bara vildi borga og ætlaði að borga og svo hringir hann með klukktíma seinna og segir mér, heyrðu, ég er í vondum málum. Nú, hvað er það? Sko, ég er ekki með rétt bílnúmer. Ég skrifaði eitthvað allt annað númer heldur en er á bílnum. Já, rukkaði bara hann, segir. Nei, drengur, það er ekki tækt. Þannig að þetta var svolítið svona skemmtilegur skets. Já, þetta er góð saga. Og ég bara rukka það sem hann hefði skrifað númer í hann. En þú væntanlega fengið sektina fyrir rest, eða ekki? Ég borgaði bara þetta ljóðlust og þetta var ég sem var skandilur en ekki þeir. Já, nákvæmlega. Því ég er ekki að ríðast út því. Nákvæmlega. Ekki nema þá við sjálf á mig. Já. En svo gerðist annað í þessu sem að er nú bara kannski ágætur endapunktur. Ég fer þarna upp í brunarústir og fer að taka myndir sem ég á og því það brann allt línið okkar, við áttum 6.000 sett, mikið af mottum, brann allt saman og við vorum farin að flytja alla motturinn sjálf og all línin sjálf og allt þetta sjálf og meira sér tók ég plastsendingur á Frakklandi, sýnisotn, þegar við vorum að upp frá. Og veistu hvað sýnisotnin var? Nei, ég veit ekki hvað það var. 11 bretti. Nei, hættu nú. Það fór allt saman. Þetta er eins og það allan og það er ekki að setja sig í eitthvað spór hvað þetta varðar en... Ég er engu að ljúga. Nei, ég tek þessu öllu bara eins og þú segir það. En ég þarf ekki að ljúga þig. Nei. Þú hefur nú ekki verið þekktur fyrir það að ljúga fólki. En ég endaði þetta ferli þannig að ég eftir ég hef búin að taka myndir öllu brunarústunum og farandi í stígvölum og í skítnum og keðinu. Fekk svona svaf eitthvað illa þarna eina nóttina og færði mig í rúm, hvort ég geti sofið betur þar og var eitthvað andvaka og þá kom þessi vísa hjá mér.
sem að ég hef svo keyrt eftir. Æðruleysi ávallt skaltu sína, stýr styrkri hendi, svo aldan þér í grandi, bráðum fer svo blessu sólina skína, þú bátnum siglir óbrotnum að landi. Já, þetta vel sögð vísa. Þetta kom hérna nóttina og á þessu hef ég keyrt. Sko, ef að ég sýni ekki æðruleysi og ef ég reyni ekki að stýra í gegnum ölduna, þá ég náttúrulega búinn. Já. Það segir svolítið sjálft. Og síðan hefur þetta gengið bara vel þarna hjá okkur núna. Við fengum náttúrulega aldrei nema 1/3 út úr Tringo. Já, það var svo lítið. Já. Og ég ákvað það og við að sko, við erum ekki að eyða tíma í svona kjaftaði. Við þurfum að byrja að vinna og ef þetta svona, þá vinnum okkur út úr þessu. Alveg hygglust. Og það hefur bara verið gert og allir verið samtaka í því og ég get ekki annað að séð en að þetta eigi að geta gengið upp. En það sko bara sjálfur sem almennu viðskiptavinur hjá okkur sko, ef við tölum hérna seinni hálfleikinn eftir alla þessar raunir, þá get ég ekki þannig sagt. Það líti út fyrir að þið séu bara mjög samhendi í þessu eins og segir og þið bara þetta upp og áfram. Já, ég náttúrulega eins og segi, ég náttúrulega svolítið skemmtur eftir þetta eftir sem sagt þetta sem ég lenti í einelti og annað, en ég hef mjög góðan aðstofmann, það Tinna Björk, hún reyndar haft hún líka, því að ef þeim finnst ég eitthvað að vera svona ekki alveg eins og þau vilja, þá kemur Pabbi, ég sé þetta. Já. Og ég bara, það er bara gott mál. Sáttur að þurfi ekki að vera vitlaus. Já, þau eru náttúrulega stígin heilmikið inn í reksturinn hjá okkur. Þau eru meðan, sko, ég er svona meira bara flug á vegg. Já, ertu farin að stíga meira út, eða? Eiginlega ekki, því að þetta ekki hafa gengur. Það þarf alltaf að vera einhver sem sópar út í hornin. Jú, það er eiginlega þannig. En mér langar að spóla aðeins tilbaka. Náttúrulega vaskur, sko, við erum búin að tala svolítið mikið vask og náttúrulega í vaski, sko, ég kalla vask litla kaupfélagi hérna fyrir austan. Já, það var nú meira kaupfélagi hérna áður um brann. Jú, og hérna því náttúrulega voru þekktur verið með hreinsefni og svo línið og allt þetta, en með hreinsefnin og allt þetta byrja náttúrulega miklu fyrr áður en að vaskur varða einhverju, þá varstu hjá, hvað hétta ekki Besta? Jú, það var svolítið sérstakt. Við ákváðum það þegar ég að taka við, að bæta við þvottina því að þetta var ekki nóg og fara að selja hreinlætisvörur á móti kaupfélaginu. Og ákváðum það að taka mjög frykkin. Ég fer suður til þess að ræða við þá eigendur sem var Friðrik Ingi og Friðrik Róbertsson, eigendur bustagerðarinnar. Þeir voru konum við Besta þá og hefðu keypt mjög frykk sem var þá í Garðabænum. Já. Og ég kem þarna inn til þess að spyrja eftir Friðrik og þá kemur hérna stór og mikil stútúnskellinga á móti mér og segir, hvað? Og ég var svona hálf kumsa við og segi, hafði ekki? Já, sendið inn til hans Friðriks Inga. Og ég var kjaft stopp þegar ég horfa á mannin. Já. Ég var búin að sjá hann áður. Já. Hann hafði komið í kaupfélagi til að selja fyrir bustagerðina. Já. Mér fannst hann svo aulalegur í hendur út. Og hvernig tók hann við þér? Hann glotti. Og ég skal ég segja þér þegar nú svona segja hann undan á annan og að vera minnast á kaupfélagi. Já. Hvernig það væri og hann sjást við sælur hver ég var og Jú, fer nú að spurja svona hvað ekki mikið skemmtanlíf hann á héraði? Jú, segi ég, með sér Þorrablósnefnd? Já, hvar? Út í Hjaltstaðinga? Já, það er nú gæðan að koma þangað. Já, ég bara býðir, segi ég. Það er harður og hann kem ekki. Já. Svo gerist það bara á milli jól og nýjars að þá hringt og spyr hvenær Þorrablót. Sigga alveg miður sín og spyr hvað ég sé að pæla og hvort ég viti hvernig þetta fólk sé með víni. Bara einhverjir lúðar. Og þau komu og á sem sagt Hægis og það var brjála veður á Fagradalnum, þau komust aldrei yfir vegna þess að það var ófært og endaði með því að Ingi var vel búinn, hann og konunars sem var þá
voru með gallamessi, skóflur og spotta og þau hjálpuðu björgunarsveitinni að draga hann upp. Já. Voru svo niður á Reyðarfirði í 2 daga á meðan að veðri gekk yfir og það verið að þýða bílinn og komu svo upp eftir og fóru á Þorvalótið. Já. Og það skandalegur en rækilega. Nú, jæja. Hann drakk rauðvín með rússpungunum. Það gerir enginn. Nei, það er smekku manna eða misjafn. Konan var svo ánægð með það því hún hafði aldrei vitað að þessi maður dansaði. Hún var svo gaman á Þorvalótinu að dansaði með sér. Og þetta þó upp að farsalu samstarfi hjá ykkur? Eða? Já, nákvæmlega. Það kannski þetta fleira takast í fyrirmyndar að bjóða hugsanlega viðskiptafélum á Þorvalót. Já, og var svo skammir frá konunni. Já, fylgir það ekki sögunni kortið. En þetta var, þetta var við vorum spyrður í mörg ár og erum ágættum málum ennþá. Já. Og þau búi ekki lengur saman, það skiptir það engum máli. Nákvæmlega. En þetta, eins og segi, svona var þetta allt sama. Það var bara, og ég segi alltaf að ég er svona, kannski, svona örlega trúar kannski svolítið. Þetta á að vera svona. Þetta á að gerast. Já, hlutinni gerast eins og eiga aðtapna sig. Já, ég veit oft hvað á næstu að á döfinni á næstu mánuðum og sem dæmi Sigurður heitinni Tunga, hann var dáinn þegar hann birtist mér í draumi og þá var ég svona á milli steins og sleggju hvort ég fengi meiri verkefni þegar niðri álversbyggingunni þegar virkjunni er búin og þá birtist hann mér í draumi á nóttina og segi við mig, nú skalt þú setja hún í töskur. Og ég vissi alveg hvað það var. Það þýddi það að ég var að fara í úthald. Því að þegar við ákvöðum saman fyrirtæki aflvélar, þá setti ég hún í töskur og fór svo með Gísla Sigurs hjá Rarik kannski í úthald eitthvað niður á firði í einhverja vikur og mánuði. Já. Ég vissi að ég fengi verkefni. Já. Og það gerðist. Svo þegar okkur var hafnað þarna með þvotta, því það máttu bara fjarðamenn máttu bara þvotta. Sem sagt í álverinu, ekki við, en þó við fengjum verðlaun fyrir góða þjónustu við uppbyggingaraðilina. Og þá kemur nú til mín aftur og segir við mig í draumi, farðu yfir í rekstrarvörurnar. Já. Og það gerði ég, hefði kannski átt að byrja fyrr. Já. En ég gerði það og það var rétt. Og þessna segi ég að við vitum aldrei hvernig dagurinn endar fyrir hann búinn. Nei, það er alveg hárrétt við vitum ekkert hvað býður okkar handa við horfið. Og ég er nú kannski ekki alveg eins og segja, ég er nú ekki alveg svona, kannski þessi sem er nú alveg svona fanatískur á þetta, en ég neita engu. Nei, ég skal nú bara taka undir þá stefnu með þér. Þetta er bara fyrir nokkru missurum þá kom nú einn og reyndi nú að plata með verkefni, svona á þess að segja mig frá smáatriðunum. En ég er alveg sammála því að maður á alltaf ekki að segja nei alveg í upphafi, það má skoða hlutina, en svo þurfum við bara að sjá hvort að leiðinar eða línunar liggja saman eða ekki. Já, ég hef nú grunum að að þetta mynstur sem við erum að ganga í gegnum, það er fyrirfram ákveðið og við bara klárum það. Það er eitt sem að ég las núna í morgun með Bruce Willis, mjög gott. Punktur sem hann sagði mistökin sem að við gerðum í fortíðinni, við eigum að vera það þroskuð að við gerum þau ekki aftur í framtíðinni. Það er alveg rétt. Þetta er þessi, en ég held að þetta er svo góð loka punktur hjá Guðjón. Bara takk innilega fyrir að koma í Mjólkurhúsið. Ég bara þakka kærlega fyrir mig, bara skemmtileg spjall og gaman að rifja upp. Já, það ekki. Alla þessa vitleysu. Já, það er einsmanns vitleysa eða annarsmanns gleði. Já, það getur verið, en með þú hefur gaman að hlutunum, alveg hiklaust. Þá skaltu halda áfram. Alveg hiklaust. Ég held þess að komið tíminn svo hleypum hundinum út. Hlustundu kannski búin að heyri henni vera að kvappa henni kringum okkur og byrja aðeins að tuði okkur. Ég á svona, ekki svona, ég á hunda og búin að eiga og það sem er svo merkilegt, ég segi alltaf við hunda, ég er ekkert fyrir hunda en þeir sækja alltaf í mig. Það er magnað að heyra þessa sögu sem Guðjón hefur sagt okkur. Hann hefur greinilega farið margar leiðir og haft kjark til að halda áfram jafnvel þegar á móti hefur blásið.
Við þökkum Guðjóni kærlega fyrir samtalið, fyrir sögurnar og fyrir að gefa sér tíma með okkur á milli verka. Ef þú vilt kynna þér starfsemi Vask betur, þá mæli ég með að kíkja á heimasíðuna vaskur.is, margar frábærar vörur til sölu þar í vefverslun, sem og í verslun þeirra á Egilsstöðum. Mjólkurhúsið unnið í samstarfi við Austurfrétt sem við viljum þakka fyrir stuðninginn. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.